Sáum nú líka bara það kom ályktun frá Alþýðusambandinu út af ástandinu í Venesúela. Sko, ég hef nú bara ekki heyrt frá Alþýðusambandinu í einhverja mánuði, sko. Þá loks þetta náttúrulega alveg með hennum ólíkindum, sko. Og líka skilur þú veist, og þá náttúrulega af þetta er náttúrulega einhverjir gamli kommar greinilega sem rennur þetta eitthvað til rifja, sko. Það sé vera að steypa einhverju komma af stóli, sko. Það er svo skrítið að, eins og þetta liggur svo í augum uppi að, sko, það búa 30 milljónir manna í Venesúela, það búa 90 milljónir manna í Íran, það við haldið áfram Kóreu, Kúba, það er bara fólk sem er bara í 50 ár pluss bara búin að missa af eðlilegu lífi, eðlilegum lífsgæðum, eðlilegum tækifærum til þess að eiga farsælt líf, og þetta er bara allt einhvern veginn svona hjá vinstrimönnum einhvern veginn bara sópað undir teppið og menn hafa náttúrulega verið að skrifa það núna svolítið að, sko, að þessi íransku mótmæli og við getum kalla bara hann þöggun eins og fjölmiðla eins og BBC og fleiri miðla sem bara fá sig ekki til þess að tala um þetta og allir þessir við kalla þessi aktivistar eða leikarar eða hvaða lið sem þetta er sem hleypur upp á afturlappirnar yfir öllu sem gerist í Palestínu, að það náttúrulega segir ekki orð, að það eru þetta vegna þess að vinstrimenn og íslamistar eru náttúrulega búin að vera í sama rúmi þarna óbeint frá því að íranska byltingin hófst. Já, og það er þetta og það að sko, Íranir séu raunilega sko að brenna moskur og rauninni sko að opinbera það, að þeir eru á móti þessum íslamisma, þeir eru á mótmála honum og það er einhvern veginn býr bara til eitthvað svona system error í huga vinstrimanna sem þeir geta bara einhvern veginn ekki sko, ef þetta er ekki ímyndu nýlenduveldi að brjóta af sér einhvern veginn á móti einhverju fórnarlömbum, þá bara verður bara svona malfunction.